Komiði sæl og blessuð og verið hjartanlega velkomin í Ísland í dag. Kvikmyndin Eldarnir var frumsýnd hér á landi þann 11. september og hefur síðan heillað áhorfendur með ótrúlegum tæknibrellum og áhrifamiklum senum þar sem jarðskjálftar og eldgos á Reykjanesskaganum lifna við á nýja leik á Stóra tjaldinu. Vigdís Hrefna Pálsdóttir fer með aðalhlutverk kvikmyndarinnar sem eldfjallafræðingurinn Anna. Það mun gjósa á mér. Það eitthvað að gerast á skaganum. Eitthvað sem við getum ekki útskýrt. Mér langaði bara að byrja að þakka kærlega fyrir að taka á móti okkur hérna á þessu fallega heimili og takk fyrir mig daginn, ég sá myndina, það var frábært, alvöru ræma. Mér langaði að byrja að spyrja þig bara hvernig viðbrögð ert þú búin að vera að fá núna þegar myndin búin að vera í sýningu í smá tíma? Bara ótrúlega góð sko. Og bara maður svolítið snortinn og klökkur yfir því. Fólk að senda mér skilaboð og skrifa fallega myndina. Eins og margir vita myndin byggð á bókinni Eldarnir, ástin og aðrar hamfarir sem kom út nokkrum mánuðum áður en gaus fyrst á Reykjanesinu í ársbyrjun 2001. Hvenær ákveðið að fara að framleiða þessa mynd? Það þegar byrjar að gjósa eða? Sko Ugla veit ég hitti Siggu Hagalín til að ræða réttinn að hún myndi skrifa, hún og Markús, handrit upp á bókinni og 3 dögum síðar þá byrjaði gósið. Það byrjaði fyrsta gósið sko, eftir 800 ára pás. Í myndinni leikur Vigdís á móti dönsku stórstjörnunni Pílu Asbæk sem að flestir Íslendingar ættu að kannast við eftir að hafa glætt ógleymanlega persónulífi. Má þar nefna Kasper Jul úr Borgen og Euron Greyjoy úr Game of Thrones og þá hefur brugðið fyrir í ýmsum stórmyndum líkt og Uncharted, Ghost in the Shell og Overlord. Hann bara yndislegur maður og hann líka búinn að vera í löngu sambandi og á barn, þannig að við töluðum mikið bara hjónabandið og ástina og vera foreldri og náttúrulega fæið og svona. Fórum bara strax á Trúnó, því að svo voru bara ástarsenur í viku 2. Já, einmitt, bara beint í djúpulögina. Já, en við höfum bæði gert alveg talsvert af því. Ég náttúrulega í leikhúsinu en hann á skjánum. Hann náttúrulega bara, má segja, kannski bara stórstjarna. Fannstu eitthvað svona, var það eitthvað svona erfitt? Nei, núlló. Já, ég meina hann á fyrsta fundi þá hittumst við með Uglu áður en tökur byrjuðu. Þá sagði hann bara, heyrðu, ég hérna fyrir þig, bara hvað sem þú vilt, ef þú vilt fara yfir texta, eitthvað sem ég get gert fyrir þig, þá bara talar við mig og ég hef verið í þinni stöðu og þetta bara snýst þig og ég hérna til að styðja þig. Ég bara, ok, takk. Auðvitað væri gaman að heyra hvað stjörnunni sjálfri sem nú í tökum fyrir stórmynd í leikstjórn Michael B. Jordan finnst mótleikonu sína. Svo við gerðum einmitt það, hringdum bara í kappan og spurðum hvernig var að vinna með Vigdísi. Vigdís is amazing. She's this incredible actress. She's done so many incredible plays on the national stage, and I got to work with one of the finest out of Iceland. And I felt like I not only had a great collaboration, a good chemistry, but I also felt like I got a friend for life. Þó að myndin fjalli náttúruhamfarir þá má segja að hún taki að jafn stórum hluta fyrir annars konar hamfarir eða með öðrum orðum ástina. Þar sem að viðhaldið og eiginmaðurinn berjast hjarta Önnu. Sjálf á Vigdís 5 börn og verið hamingjusamlega gift í 25 ár. En hvernig var fyrir þig svona að setja þig í spor hennar þegar að Pílu Asbæk, þessi hjónadjöfull, kemur inn í myndina? Það kom mér svolítið á óvart. Af því ég las handritið og ég hélt svo mikið með hjónabandinu. Og svo byrjuðum við í tökunum með Pílu. Og við Pílu náðum mjög vel saman strax og í senunum fann ég bara hvað Anna var glöð með Tómasi. Og ég öðlaðist bara ákveðinn skilning fyrir hennar togstreitu. Aukinn skilning, myndi ég segja. Þannig að ég svissaðist frá því að halda með hjónabandinu yfir í að halda með ástinni. Hefurðu fengið mismunandi viðbrögð frá fólki einmitt hvort að haldi með hjónabandinu eða haldi með viðhaldinu? Eitthvað svona... Nei, halda allir með viðhaldinu. Nei, það er bara allavega. Pílu einnig giftur fjölskyldumaður en samt sem áður loðir við hann ákveðið orðspor í Kaupmannahöfn. I'm not a bad boy, but I get myself put in very bad situations sometimes. I don't know why. I'm not the guy. I've been with my wife for 18 years and I love her and we have a 13-year-old daughter turning 13 on New Year's Eve.
But for some particular reason, and I honestly, I don't know why, because I'm the most easygoing guy around, at least that I know of, I always end up in situations where I like to party. Eins og flestum myndum sem taka fyrir málefni ástarinnar sæmir þá nokkuð nándarsenur í myndinni. Vigdís segir umræddarsenur hafa reynst vel til að augra sjálfri sér sem sé valdeflandi. Ég vissi að það yrðu ástarsenur og ég þurfti að fara úr fötunum og eitthvað svona. En ég var alveg dugleg í ræktinni, ég segi það ekki. En líka bara til að sitja betur í mér og hafa orkuna í tökurnar og svoleiðis. En mér finnst líka bara ótrúlega mikilvægt að við sjáum konur sem eru að eldast og eru ekki búnar að fikta í sér. Af því að það alls staðar einhvern veginn dæmi það. Einmitt. Það einhver svona góð leið til að vera ákveðin fyrirmynd í þessum málum bara fyrir. Já, mér finnst það. Ég líka bara 2 stelpur. It's my job. I don't see any difference between an intimate scene or a fight stunt scene. It's practically the same approach. You plan, you organize, you discuss, and you evaluate as you go on. And back in the days, we didn't have intimate coaches. Now we do. We approach it very professionally. I've done a lot of intimate/sex scenes when I was younger. And it's, you want to plan it. You don't want to make it private. Leikstjórn myndarinnar í höndum Uglu Hauksdóttur en þetta fyrsta kvikmyndin í fullri lengd sem hún leikstýrir. Ugla þó engin nýgræðingur og hefur gert sér gott til glóðarinnar í þáttagerð. Hún hefur til að mynda leikstýrt risastórum þáttum að borð við Alien Earth, Snowfall og Hanna. For me, she's not up and coming. For me, she's phenomenal. She's going to be one of the great Icelandic directors. If Ugla is ever going to call me again and ask me to do something with her, I would be there in a heartbeat. Hún svo ótrúlega manneskja. Hún svo stóísk. Það alltaf allt svo rólegt í kringum hana. Ég ekki alveg þannig, sko. Það svona meiri svona óróaber. Og hún svo róleg og yfirveguð og fókuseruð og veit svo hvað hún vill og gerir það alltaf allt með mýktinni. Það var aldrei eitthvað stress í lofti eða pirringur eða tíma. Það var bara svona mikill fókus, mikill agi og mikill kærleikur. Ég veit það svolítið væmið að segja, en það var bara þannig. Búið að selja myndina til yfir 30 landa og virðist Uglu líka vel við að vinna út frá efniviði Sigríðar Hagalín. Greint var frá því á dögunum að næsta kvikmynd Uglu muni byggja á skáldsögunni Eyland eftir Sigríði. Bæði Vigdís og Pilou segja að það hafa verið áhugaverða upplifun að vinna að mynd náttúruhamfarir á meðan þau ganga yfir. Eldarnir tileinkaðir Grindvíkingum. Það var bara svo undarlegt að keyra þarna inn í bæinn. Sjá öll íbúðarhúsin og leikvellina og það bara, göturnar bara rifnar upp og koma síðan inn í þetta íþróttahús sem henni stóð ekki sama og ég var mjög fegin þegar þessum degi lauk, sko. Og ég gat bara farið út af svæðinu. Af því að ég veit ekki hvernig fólk á að geta upplifað öryggið þarna aftur. When I was in Iceland while shooting the film, I saw my first active volcano, so the movie became so present. It became so here and now, which just amplified everything we were doing. And the reason why it's incredible that the writer wrote it on a book several years ago. Right, the writer Sigríður Hagalín is almost like Nostradamus. She's always writing something that comes to fruition. Yeah. Which is interesting. Yeah. En hvað stendur upp úr að tökum loknum? The kindness of the people of Iceland. I've never met more humble, more friendly, more open-minded, more fun people than the Icelandic people. You guys, you all have what we call a trickster behind the ear. I don't know if that's an English saying, but I think you know what I mean. But the thing is this, you ain't talking to people when you're walking on the streets or when you're doing shopping and stuff. But the moment you go to the spa, the moment you go to one of the pools, it's like Icelandic people have to get naked before they open up. I think that's the best summarization of Icelandic people I've heard. It's absolutely true. Yeah, it's like you can't get a word out of an Icelandic until they have beer or they're wet. And if they have beer and wet, holy shit, they like to talk. Honestly, it's the most incredible country I've ever been to. Vigdís nefnir sérstaklega tökudag borði í þyrlu Landhelgisgæslunnar. Og ég mjög lofthrædd, þannig að ég var alveg bara stressuð fyrir þessu. Það náttúrulega mjög stór þyrla
og það flogið, þá var virkt eldgos í gangi á Reykjanesinu og svo átti ég að fara í svona eitthvað útsýnis, fyrir ofan gosið og þá átti að taka upp einhverjar dæmi þar. En það glemdist að láta mig vita fyrir bara þegar við vorum að fara í loftið að ég átti sem sagt að sitja í opinu á þyrlunni, opnu, með bara svona band, öryggis eitthvað utanum með miðja fyrir ofan þetta eldgos. Guð minn góður, bara horfandi ofan í gír. Já, nei, ég var svo hrædd. Ég hélt í einhverja lykkju eða eitthvað og svo hélt ég í 3 fingur á einum þyrluflugmanninum. Ég var með krampa. Ég var svo skelfingu lostin, þetta var hræðilegt. Í 30 metra hæð yfir virku eldgosi, ég meina þetta var bara martröð. Þeir voru búin að fara nokkra hringi, þá var ég orðin aðeins róleg. Ég hugsaði bara, ég er að fara að deyja hérna. Hún tekur fram að hún sé meira en til í að reyna fyrir sér í hasarmyndum að auknum mæli eftir reynsluna úr eldunum. Líka bara svo geggjað þegar ég stóð þarna í miðjum öskustorminu með einhverja grímu og þú veist, fólk kom til mér allt í lagi, er orkan góð? Bara já, mér fannst þetta geðveikt gaman sko, bara risa vindvélar og stemning. Ég sagði, djöfull þetta er valdefnandi. Bara, hér erum við að segja sögu konu á miðjum aldri, eftir konu, í leikstjórn konu, sem er bara algjör motherfucker. Bara negla, jú. Sem er algjör negla. Þetta verður í þættinum. Mér fannst líka svolítið skemmtilegt, ég tók eftir því núna bara því ég var undirbúinn mig fyrir þennan þátt, að þú hefur áður brugðið fyrir sem karakter sem heitir Anna í kvikmynd sem er kennd við eldfjall. Það er rétt. Það er svolítið skemmtilegt. Ég var ekki búin að fatta það. Varst þú ekki búin að kveikja á þessu heldur? Nei. Ég tók bara eftir þessu á. Einmitt. Ég var reyndar bara kona á mynd þar, en samt. Já. Pilou hefur áður leikið á móti Tómasi Lemarquis og segir það forréttindi að fá að vinna með íslenskum leikurum. Hann vill ólmur vinna meira á Íslandi. I really want to come back and do more work up there. I have to. If I could live in a place outside Copenhagen, outside Denmark, I would 1000% pick Iceland. I swear to God, I lost my heart to that place. I would love to work with Pálmason, Hildur Pálmason, another Icelandic director one day. I think he's phenomenal. That would be a dream to work with him. He's one of the best directors out there in our generation as well. And yeah, that would be a dream as well. Fantastic. I was talking to Hlynur a couple of days ago. I'll call him and let him know. Thank you. Síðast en ekki síst eru leikararnir báðir sammála það að sé að ræða mynd sem eigi að sjá í bíósal. Most importantly, send my love to the ladies, Ugla and Vidis. Those are my women. Or I'm their bitch. I'm not quite sure. When I saw you in Game of Thrones fighting fire-breathing dragons, did that experience come in handy now fighting fire-breathing volcanoes? Not really, but I loved doing Game of Thrones. It was amazing coming on board, and it was so much fun killing that dragon. I never expected I would get so much heat from killing a dragon. People got very, very upset and very, very angry at me personally. They all confront me, and I'm like, guys, you know it's acting, right? You know dragons, they're not real. But I would absolutely recommend everyone to see it on the big screen, because I think what Ugla has done with the painting, with the framings and the pictures, it deserves a big screen. It is visually a very, very stunning film. It's Hollywood. Að lokum, eitthvað svona sem þú vilt koma á framfæri? Þarf ekki fólk að sjá þessa mynd í bíó? Jú, ég held þetta algjör bíómynd og hún er ógeðslega spennandi og já, var að geggjum mynd.